skoðum nú aðeins aðra gerðardæmi sem eru ekki gefin upp grömm, heldur eitthvað annað. Ímyndum okkur að við ætlum að útbúa 20 lítra af ammóníaki sem NH3 við 20 gráður Celsius og 1 bar. Og við viljum vita hvað þarf í mörg grömm af vetni og nitri til þess að búa þetta til. Nú er fín hugmynd að pása og hugsa málið hvernig maður ætlar að gera þetta. Það sem við viljum gera þá, við þurfum alltaf að hafa þetta í mólum. Við getum ekki fundið grömmin af nitri og vetni nema að vita fyrst mólin. Og það sem við höfum hér, 20 lítra, 20 gráður Celsius, 1 bar, eru upplýsingar til þess að geta reikna mólin með því að nota gasjöfnuna. Við munum eftir henni. Í henni er þrýstingur, rúmmál, mól, gasfastinn og hitastig í Kelvin. Þannig ef við ætlum að finna mólin, einangra þau, þá deilum við með R og T. Höfum þrýstingin í ATM til að passa við gasfastan. Rúmmálið í lítrum. Og deilum með gasfastanum. Sem hefur þessa stóru og miklu einingu. Og hitastiginu í Kelvin. Það er Celsius plus 273. Hérna fáum við 0,82 mól út. Það er hægt að stytta út einingarnar hérna og sjá að eftir standa mól. Við endum með mól tvisvar undir striki, sem eru mól upp á striki. Þegar að við erum komin með þessi mól, er þetta að setja þau hérna inn í hlutföllin. Við erum með 0,82 mól af ammóníaki. Þá ættum við að sjá að nitrið er helmingurinn af því að úr einu N2 myndast 2 NH3. Þannig að nitur er helmingurinn af mólunum fyrir ammóníak, það er 0,41 mól. Meðan að fyrir vetni eru 3 mól vetni fyrir hver 2 mól ammóníak. Þannig að það má segja að það séu 3 aðrir sinnum 0,82, eða það má hugsa þetta sem 0,82 deilt með 2 sinnum 3. Það kemur saman að tala út. Og það ætti þá að vera 1,23 mól. Þá erum við komið með mólin af öllu. Við setjum reiknum mólin af ammóníaki út úr gasjöfnunni. Að því að okkur var ekki gefin upp grömm, okkur voru gefin upp, þetta var rúmmál og hitastig og þrýstingur. Það voru hægt að reikna mól með gasjöfnunni. Svo reiknum við mólin af nitri og vetni með því að nota hlutföllin eins og venjulega. Grömmin getum við svo, fyrst það er ekki pláss hérna uppi hjá mér, og bara segjum við 70 grömm af N2. Það eru mólin og sinnum náttúrulega mólmassi N2 sem er 28,02 grömm á mól.
og grömmin af vetni eru mólin af vetni sinnum mólmassi vetnis glemdi að skrifa mól hérna. Það þá þetta vel 2,5 25 gram af vetni. Og hér erum við þá með svör við upphaflegu spurningunni sem var hvað þyrfti mörg grömm af hvoru fyrir sig ef ég ætlaði að búa til 20 lítra af ammoníaki við þessar aðstæður. Það má líka hugsa sér, prófum aðeins hérna annað dæmi, að við séum með, segjum bara hérna magnesium og saltsýru, úr því myndast vetni, 2 saltsýrur og magnesiumklórið og ég geti sagt að ég væri með þessu neðar núna, ég væri með 250 millilítra af 0,55 mólar HCl laust og vildi vita sem sagt hvað þarf mörg grömm af magnesíum ef ég vil hvarfa þetta alla leið í þessu efnahvarfi. Þannig að nú erum við komið með enn aðra útgáfu af því að reikna mól. Munið stóra M-ið, það stendur fyrir mól per lítra. Þannig að það sem við gerum hér er að nota mólstyrksjöfnuna. C er jafnt og N deilt með VAF til að reikna mólin. Við vitum C, mólstyrkin, og við vitum rúmmálið. Þannig að við segjum N er jafnt og C sinnum VAF eða 0,55 mól per lítra og breytum rúmmálinu í lítra. 0,25 lítrar. Þetta ætti að vera 0,1375 mól. 0,1375 mól. Þetta eru sett mólin sem við erum með af saltsýru. Getum sett það hérna í svona töflu. Töflu eins og við gerðum áður sem að hefur hér mól, mólmassa og massa, grömm. Mólin af magnesíum ætti að vera helmingurinn af saltsýrumólunum. Það eru 2 mól af saltsýru á móti 1 mól af magnesíum. Þannig ef ég deili þessum hérna með 2 þá ætti ég að fá mólin af magnesíum til 2 0,0675 svona. Mólmassi magnesíums er 24,3 grömm per mól og við margföldum eins og áður til að fá grömm. Það er þá 1,67 grömm. 1,67 eða 1,7 grömm með réttum fjöldamarkverðarstafa hérna. Þannig að þetta
Þetta væri svarið okkar ef við vildum vita hvað þarf mörg grömm af magnesíum til að hvarfast við þetta magn af saltsýru. 250 millilítra af saltsýrulaust með mólstyrkin 0,55 mól per lítra. Þegar við fáum svona dæmi þurfum við að nota mólstyrksjöfnuna til að finna mólin. Í dæminu á undan, þar sem við vorum með lítra, hitastig og þrýsting af einhverju gasi, þá þurfum við að nota gasjöfnuna. Þetta svo bara mismunandi leiðir sem að enda samt allar í sama svari. Við erum að finna mólin og svo erum við að nota hlutföllin í jöfnunni til að reikna restina út. Á alveg sama hátt væri hægt að biðja okkur, við getum fengið, segjum til dæmis grömm af magnesíumi og átt svo að reikna út hvað myndast margir lítrar af vetnisgasi við eitthvað ákveðið hitastig og þrýsting.